Komin að skjánum sem erfiðleikar að koma okkur loftið til að byrja með en ættum að vera með allt á hreinu núna. Með mér hérna í settinu í dag Kristján Freyr Óðinsson. Sjálfur ég Pétur Heiðar Kristjánsson og Andri Freyr Björgvinsson á myndavélinni. 7 til 1 á leiknum og Þór K. að búið að vera held ég 98% með boltan. Stjórnum ekki farið fram yfir miðju einu sinni kannski. Líka að sterkt voru það. En Þór K. ekki fengið einn færi svo að telja. Þau Bossa kom að kveika. Og eitt skotina frá Sögulíf á hann sem var hættu lítið. Kannski rennum aðeins lauslega yfir liðið sem að spila. Þór K. Bryndís Lára mætti aftur í markið. Fögnum því greiðalega. Fyrirlið í dag Arna Sif. Það leikmenn Rut, Mattíasdóttir, Hulda Björg, Bianca, Lára Kristín sem spilur sem fyrsta leik við Þór K. eftir að hafa komið frá Sýrundinni. Hulda Ósk við framlínu með Margréti Árna og Söndru Stefáni. Og Saga Líf og Lára. Saga Líf að spila miðinni og Lára í vörninni með Biancu og Örnu. Hulda og Björg og Rut í vingbökkum. Kemur Saga boltan. Leitt tilbaka á Biancu. Það er mikið upp á láta Biancu var upp með boltan og Lára sér aðeins aftar. Já, þetta Bianca feikilega öflug. Það er ekki að boltan að koma upp með hann. Góða sendingar, en fín vörðin stöndufökum. Liðið Stjörnunnar í dag er nr. 12 Birta Guðlaugsdóttir í markinu. Fyrirlið 10 Anna María Baldsdóttir. Nr. 2 Sóley Guðmundsdóttir, 8 Viktoría Valdís Guðrúndóttir, 9 Sigrún Erla Einarsdóttir, 16 María Eva Eyjólfsdóttir, 17 María Sóley Jakobsdóttir, 18 Jasmín Erla Ingadóttir, 19 Birna Jóhannsdóttir, 22 Elín Helga Ingadóttir og til 89 Hildur Gunnur Ír Benediktsdóttir. Ég verð bara við þetta, ég þekkt ekki mörg nöfnum á Stjörnunni. Nei, þetta er gerbreytt lið frá því sem við hefum séð undan ári Stjörnunni. Nýju þjálfarar og mikið breytingar. Stór þjálfari, Kristján Guðmundsson í brúna. Risa þjálfari. Hans verkefni með Stjörnuna er uppbygging. Hérna erum við sloppin gegn Sandra Stefáni, komum boltann í teik, snýr yfir á hægri, snýr á vinstri, skot með vinstri. Já, fín varslega Birtu, vá! Lára Kristín tekur hérna einn léttan volley, tekst línunni og það er bara hálsbreytur hann hjá. Ef þið vilja sjá Söndru bara keyra beint á markið, þá verður að taka hann snúðið. Já, en höfðum mjög sjaldan yfir ákvarðartökum hennar sem það eru yfir upp á 10. Þannig að ekki er við næsta sóknarðarum. Leysa pressuna gríðarlega vel. Sterk Arna þannig í miðjum hafsendinni.
Lára Kristín með á langa sendingu. Lára Kristín ætlar að mæta til leiks með Þór KA með pomp og prakti. Hún byrjar hann leik mjög öflug. Þetta fyrsti mótsleikur Þór KA á þessu vetrartímabili. Meðan Stjarnan búin með 1 leik í Lengjubikar og Faxaflóamót og í 10 hvað og hvað. Dotti í febrúar, stilt í mjög. Já. Það ókosturinn við að vera tilfæðilega eina liðið á Norrlandi. Allavega í eftirdeild. Það lítið alveg leiki við vetrartíman, en stelpurnar ættu að rótna vann á þessu. Stjarnan spilaði fyrsta leik á móti Val í Lengjubikarnum, tapaði þar 3-0. Feikilega öflugu liði Vals. Lára Kristín finnur Margréti sem Margrét komin í stöðuna sem Fanny hefur alltaf verið í semst fremst á miðjunni og það búið að færa Fanny í vinstri framherjastöðuna sem staðan sem Sandra María hefur verið að leysa. Athyglisverð breyting hjá Donna þjálfara. Já, ég verð bara að segja eins og ég mjög rosalega hrifinn af leikari sem Donna að vinna með. Ég marga kosti framálega og flott spil. Gerir það klárlega eins og við sjáum hann þegar wingbackinn mætt upp þarna og flott sendingu og svo byggjað upp og reyna að færa yfir og fá hann hinum meginn, þar sem Hulda Björk mjög hátt líka. Bianca fær hérna að valsa bara næstu upp að teig, kemur með flottan bolta á. Við sjáum Stjörnustelpur væri allar tilbaka. Það ekki einu på topp og sittur á meðan. Það var hættuspark hérna. Reini Bjarni á tröðinni, geggjaður Bjarni. Það fær tiltal hérna. Skellilegt tiltal hjá. Það sé. Tekið eftir að Marino er búinn að rífa upp plaggi aftur. Já. Það var hittuna fyrir nokkrum árum. Það var rétt hjá þér, ekki Bjarni Hrannar að dæma. Marino er AD2. Hvað segir mér hérna hinum meginn? Jæja, fyrir nú spyr ég þig. Nú búið að breyta reglum núna nýlega boltinn fyrir til þakk. Það er dómaruppkast. Ef þú hlustað á útsendinguna frá okkur í gær, frá KA Valur, þá var þetta tilmæli frá KSÍ að boltan sé spyrnt tilbaka á liðið sem rauninni átti að fá innkastið. Ég sá leik núna Selfoss Ía í gær. Það var okkar Dean Martin, gamall staðarverði. Hann vildi bara fara beint í baráttuna 50-50. Já. Engin úrslit. Nei, en þetta heldur komið bara skrifleg tilmæli frá KSÍ að málinn séu leyst svona. Gekk vel, já, KA Val í gær. Bæðið var gott eftir þetta og já, hrifinn af því. Þetta kemur upp. Toppar að góða. Rúkinn með boltan, Sandra. Þetta er sem tjekkaði hann á símann, það er sem er Rut með boltan hérna vinstra megin. Það er afsaka dauðuþegnina sem koma hérna milli. Við erum að reyna að vinna í hljóðmálum. Tæknilega eitthvað stríð okkur hérna á KTV. En
finnum lausn á því. Þór Káa hérna reyna að byggja upp sókn, láta boltan ganga upp þessu vörn. Stjarnan komin til að verja punktinn. Langt síðan það að fengi sigurleik. Fanny með sendingunni yfir á Lára Kristín það vist. 2 Huldur og 2 Lárur hérna í dag í Þór Káa liðinu. Bara ein Sandra þessinni. Huldur byrja leikurinn á völlinn. Finnur Láru. Svakalegur varnarmúr. Og svo á bara að reyna að treysta á að finna eða hreinsa boltan eitthvað nálægt Sigrún Elvan frammi hjá Stjörnunni. En Hulda Ósk hérna komin upp að tegnum með frábæra fyrirgjöf og Margrét Árna reynilega bara hittir ekki boltan á hana. Skulum sjá þetta aftur. Hulda með frábæra bolta og þetta er bara þetta var bara markað ekki, Stjána minn? Jú, það þykir mér. Það er alltaf klárað þarna. Geðveikur kross. Já, hver var þetta? Hulda Ósk. Hulda Ósk búin að bæta leik sinn mjög mikið. Það verður spennandi að fylgjast með hérna sem var. Það var búið að flagga hennar rángstæða, maðurinn á alltaf hreinu þarna. Stjörnustúlkur staldra skiptu boltan. Það er að fá hann, spila hérna tilbaka á Birtu, við erum svona aðeins að læra nöfnin á þeim. Ekki stjörnustelpur sem við erum vanlegir að sjá. Þannig að við erum svona rétt að kynnast liðinu. Þarna fekk allt í einu Stjarnan nógu tíma boltan og Jasmín Erla sendir hann hérna yfir til hægri og Stjarnan bara byggir upp sókn en þessi er út í sandinn. Þetta var óvanalegt. Fyrsta sinn sem Stjarnan kemst eitthvað boltan. Hafði ekki fengið neinn tíma boltanum núna á fyrstu 20 mínúturnar, 20 mínúturnar. Þór Káa búinn að gera gríðarlega í pressinu sinni. Hann varst alltaf að vinna boltan. Hulda Ósk með kross og Fyrsta hotspinna leiksins. fyrsta hotmenna kemur hérna á 20 mínútu. Leita mikið af Huldu upp í hotnið fyrir að finna sér gott pláss hana fyrir aftan bakvörð. Lára Kristín tekur frábær spyrna beint að kollan á Örnu og boltinn dettur fyrir Söndru Stefáni hérna en hún er ekki að gera sem aðtöðu þessu. Rut pikkar hann upp. Fanny mætti aftur. Sendum þetta Rut. Það eru nóga fólki í teig, þannig að það er að gera að koma með hann en Stjörnustúlkur ná að leysa úr þessu og reyna að koma upp boltan en Saga gerir vel. Nei, það er ekki að vinna hann. Það er Jó, Þór Káa komið boltan aftur. Fanny með hann á vinstra megin. Lára og það verður ekki Saga á fækna, sendir boltan aftur baka vörnu. Þetta er mikið af andlutum í Þór Káa liði í dag. Farnar á brott, Anna Rakel og Sandra í mennskuna. Lilli fór hann í val og Andra Myrt er á láni í Austurríki. Stór skörð til að fylla. Vissulega, en með að við spilum sem við þessu 20 mínútur og
saknaði þeirra lítið. Engar áhyggjur. Frábær bolti hérna hjá Fanny á Huldu. Aðeins svo langur, Huldu nær hún ekki markspyrna. Já. Lítið að gerast hérna þess Bryndís með sjaldgæfa snertigófbolta hérna. Út á Biancu. Biancu farið að koma upp með að finnur Fanny eftir á Biancu. Arna gefur með hann. Lára reynir að finna Rut, gengur ekki. Stjörnur sem komast fyrir. Og María Sól hérna með boltan. Já, leikur sér með hann, vel gert. Og hérna núna í annarskiptileiknum þá engin press á Stjörnuna og það fá aðeins að halda boltanum sem kærkomið fyrir þær. Óþarfi að vera að gefa þeim einhverja pásu í varnarvinni, að láta það vinna fyrir þessu. Reyna hérna sóknum vinstri kantinn, já, hvað gerist núna? Það var rángstaða. Það er Lára Kristín sem settist niður og eitthvað fór að hrista fótinn eins og það var í nettur krampi, en það var náttúrulega stórlegt á 80 mínútu. Vonum að þetta sé ekki alveg lett, það er frábær sjúkrahús heimi sem sinnir hérna fyrir utan núna. En leikur er komin aftur í gang. Það er boltan, stendur hann að bakgrundi gaf sér og leikurinn náða 3, 4, æ. Alltaf sem aðeins mikið, en það var ekki þessu, þetta var alltaf að reyna. Huldaberg búin að vinna hann aftur. Nú sögu. Margrét droppa þetta niður á miðuna meðan Lára er út af. Við skulum vona nú að Lára sé ekki að fara út af henni í fyrsta leiksinu með Þórkáa. Sandra Stefáni með boltan hérna teg, það er enginn. Margrét náttúrulega búin að droppa hann niður, þannig að það eru fámennar í tegnum. Og hvað droppar hann þessi skrítið? Ég held að það væri fullkomið tækifæri til að pressa hátt.
Eitthvað byrja að hitta hann upp, ég sé ekki nú hver það er en allan staðan fætur. Frábært. Þessi er úti. Búin að gera vel. Já, þá, ég sé nú ekki hvað er í gangi þarna úti en það er Stjáðum að leysa fyrir úr þessu. Kemur hún inn á. Finnst svona núna 28 mínútur liðnar á leiknum og mér finnst þó með hvað Þór Káa eru miklu betri í þessum leik. Það finnst mér að vera að skapa sér aðeins of lítið að færum. Stjarnan búin að vera þétt tilbaka og bara gera ágætlega. Lítið á opnumunum. Hleypa þeim upp á kantinn en fyrirgjafanir hafa ekki verið nógu sterkar. Já, opnunum við stjörnuna. Já, Lára Kristín er mætt á völlinn aftur. Skulum vona að þetta sé ekki alveg lett og hún nái að hrista af sér. Stjörnustúlkur hérna með boltan. Spilur hann tilbaka. Gert. Vel gert hjá Örnu. Frábært. Frábært snerting. Kristján, það er ekki hjálpa okkur held ég að það stjörnustúlkur sé ekki rétt merktar á skýrslu með númerið sín. Það er svoleiðis. Já. Vinstri bakverður hérna til dæmis er númer 15 og við erum með enga á skýrslu sem er 15. Það er svo 30 inn og engin á skýrslu sem er númer 30. Nei. En úrslit.net býður upp á myndir með þannig að
og Fanny finnur hérna samlundu sína, Biancu. Bianca reyna að finna Fanny aftur, þetta frábær bolti en hvað? Það var eins og Fanny hefði ekki alveg reiknað með að þessi myndi koma til sín. Bianca mikið að stígu upp og leita diagonal boltanum inn í teig, en þeir hafa ekki alveg verið að ganga upp. Finnst svona að hún mætti sína aðeins meiri þolinmæði í þessu hjá sér. Já, þannig þú kannski rennur yfir útspunnið og skoða myndirnar og berða saman við leikmennina vellinum til að vera með nöfnin alveg á hreinu. Já, bara ef það væri myndir á öllum. Já, það eru myndir af flestum. Við gískum með hérna hinum meginn. En þetta er búið að leikurinn að fára marktækifæra. Þór K. búið að talsveit meira boltan og sterkari og hættulegri en ekkert að koma út úr þessu. Já, Stjarnan að hleypa þeim svolítið upp vænginn en loka vel á miðjuna og bara búin að gera það vel þar fyrst mér. Leiða þeim að krossa boltanum og eru þjættar inn á miðsvæðinu og Já, hann taktískur snillingur, hann Kristján Guðmundsson sem nýráðinn þjálfari. Vissulega. En það tók Valsstúlkur smá tíma að brjóta það niður minnum mig í síðasta leik þeirra. Hvað segir þið? Hefur marga fjöruna sopið? Hann hefur marga fjöruna sopið, já. Hann segir það einhverjana. Það er gaman þegar þú fer í spakmál á orðabókina hérna. R og viskubrunnur. Já. Bianca núna, fyrir tekur hann bara sjálf. Hann bara tegnum, okkur snúið tilbaka á Huldubjörg. Huldubjörg flengir á minni með vinstri. Þar koma Stjörnustúlkarnir í burtu en Lára eina sem mætti hérna. Á nöfnum sína Lára Kristínu. Hún reynar að finna Margrét. Nei. Áhaldlega að sjá hvað var að gesta hann, en það virtist þessar flottu bolti hjá Láru á Möggu en Birta gerði mjög vel í markinu. Birta mjög unga árum eins og reyndar flestar í byrjunarliði Stjörnunnar. Og Hulda Ósk hérna komin í teg. Hulda Ósk í stöðu sem henni finnst ekki leiðilt. Skotum vinstri en það er máttlaust og Birta við vera vel. Já, unglið Stjörnunnar, meðalaldur byrjunarliðsins bara 21 árs. Það ekki gamalt. Nei, Birta fædd 2001. Og erum við með Hildi Gunnu hérna sem á eldfárari þriðaflokki. Þetta ungt lið. Birta með boltan hérna á Sigrúnu. Sigrún gerir ágætlega en engin nálægt. Smá erfið bolti þarna hjá Huldu en sterkarna. Já, það fáar sem vinna Örnu í svona einvígi. Rut hérna finnur Fanny tínu boltan með smá stund, finnur hann aftur. Lára á Fanny á Láru. Biancaðu plás. Ég ekki hrifinn af þessum boltum hjá Biancu þegar Þú menn þetta verið sending? Já, ég held að þetta hafi ekki verið skot. Já, ég svona var ekki alveg hvað þetta var. Mér finnst hún mega aðeins finna sendingarna niðri, aðeins meira. Hún svolítið að leita lönguboltunum og háuboltunum en hefur ekki komið mikið úr þeim. Vissulega óvanalegt að þegar að miður er komið boltan að hafa að finna Fanny í lappir þegar hún droppar djúpt en hún í frammeirastöðunni. Eins góða Margrét þá hún bara ekki jafn öflug og Fanny í að koma niður og fá boltan í lappir. Þannig að þetta er vissulega breyttur leikstíl hérna frá því sem við þekkjum. Þór K. missir boltan á hættulegum stað, síðan kemur hann fyrir.
virtist hættu lítið en hvað? Æ, Þór Káa-stelpuna að koma boltanum í burtu. Og fáum innkast. Við erum ekki að spila boltanum aðeins hraðar núna þegar að Stjörnustúlkur eru ekki alveg í shape, þeir eru með svona 2 frammi núna sem er ómulegt, 3 eiginlega og þá gerist þetta of hægt. En Fanny gerir hérna frábærlega vel, keyrir á vörðina og framhjá þeim 2-3 og frábær tækling hérna. Já, það er ekki bara Viktoría Valdís sem átti þessa frábæra tæklingu. Veit það ekki. Kissi Guðmundskarnar kallaði frábært Viktoría, en við skulum segja það bara. Fínt bara svona gíska eitthvað námni á skýrslu og segja vel gert. Já, við erum ekki endar hrifnir að því á KTV, við gerum þetta svona eins professional hægt er, bara því miður þá getum við ekki alveg þjónusta það þannig núna, þar sem þekkjum ekki Stjörnustúlkur nógu vel í dag, en tengjum ekki andlitið nafn. Nei, það er svoleiðis. Þarna er leikmaðurinn 8 sem kemur á burtu sem er samkvæmt skýrslu Viktoría. Lára með hættulegan boltann á miðsvæðið og Stjörnustúlkur vinna hann. Birta kemur minna fram. Saga gerir vel, finnur Margrét reynir hérna. Nei, það er ekki Lára Kristín með enninu sendingunni fyrir. Fanny og Hulda Ósk búin að skipta hérna. Hvort það sé tímabundið eða hvort það sé eitthvað taktískt, sjáum til með það. Bianca kemur boltann, kannski til að fá Biancu og Fanny til að tengja meira. Fanny gerir hérna einstaklega illa og kemur boltann, já, þetta er svakalega pent professional brot hjá Láru Kristínu. Bjarni vill fá þetta aftar. Fælir þetta 2 metra. Lungi með boltan, Bjarni. Já. Takka smekkli sendingarna. Jæja, tækifæri fyrir Stjörnuna að gera eitthvað núna. Kom boltanum inn í teig. Takka hérna crosslöp 2. Stjörnunni á lítið fyrir þær að hægt að gera þessu bolta sem var bara beint á Bryndísi í markinu. Fyrsta skipti sem Bryndís þarf að gera eitthvað. Já, annað en að taka markspyrnu eða spila út. Ég með það komið 40. mínúta og það er ekki bara að segja það sjálf, steindauður leikur. Jú, þetta er heldur rólegt. Það er bara Þór Káa heldur bara bolta og lætur hann ganga og er ekki alveg að finna opnur. Svona með við byrjun leiks þá hefði maður haldið að það væri kannski 3-0 fyrir Þór Káa núna, en ekkert gerst. Eitt mjög gott færi, við skulum segja það, er það ekki? Já, Margrét Árna átti vissulega gott færi þar sem hún hitti ekki boltann, en Bryndís hérna aðeins of kærlaus hérna. Stígur á boltann hérna og já, við skulum segja að Þór Káa hafi sloppið með skrekkin. Já, og úr verður fyrsta hornspyrna Stjörnustúlkna. Hefði verið ótrúlegt að fá þessi mark þarna. Sjáum þetta hérna aftur. Bryndís stígur bara á boltann. Hún er að horfa eitthvað annað og gleymir boltanum hann í smá stund. Það er hornspyrna. Þetta er Flottur bolti! Og það er skorað! Það er bara 1-0 Stjarnan. Takk fyrir. Ótrúlegt. Þetta var ekki í spilunum, það verður að segjast, en frábær hornspyrna. Kemur út frá mistökum hjá Bryndísi. Ég meina að eiga aldrei að fá sér hornspyrnu þarna. En 1-0 Stjarnan.
þetta er frábær hornspyrna á fjær og þetta er bara vel gert. Við bara því miður getum ekki hver skoraði það sem hún er númer 30 og það er engin númer 30 skýrslu. Jæja, sjáum hvað gerist núna hjá Þór Kárstöpum. Vonandi færir þetta eitthvað lífið þær. Færa aðeins meiri sóknarþunga í þetta og taka meiri áhættur. Sjáum ég glögg augu þín. Þetta 39 eða 30 stendur á bakkinn á henni. Sé svo svakalega illa. 39. Já, þá var þetta Hildigunnur Hlíð. Toppurinn er 30. Býðum eftir staðfestingur og Halla Ingóls hérna á mæknum, gott að hann tilkynningi hver markaskorari Stjörnunnar er. Rosalegt, er ég orðinn svona gamall, ég sé ekki lengur. Birtan í húsinu er ekki góð. En ef þetta er Hildigunnur þá var það yngsti leikmann á vellinum, 2003. Sem skoraði þarna harðfylgni, en núna eru Stjörnustelpur komna neðalamar. Vá! Það eru 11 leikmenn bara við vitja trygg. Já, það verður að teljast eðlilegt. Það eru 3 mínútur til loka fyrrháleiks og þær eru með 1-0. Það var svakalega sterkt fyrir að fara inn í hálfleik með 1-0 og mjög óvænt. Já, heldur betur. Ég ætlaði nú að segja á hann að það bendir ekki til þess að Stjarnan muni skora í þessum leik, en raunin er raunur. Já, Halli Ingóls segir að það er leikmann númer 10, Anna Marí, sem skoraði markið. Hrikalega sjáum við illa, Betti. Haha. Sjáum ekki sem hver skorar. Nei, en ég vil meina að það er leikmann númer 10 sem að skella boltan fyrir þarna á... Ég sammála það í. 30 kemur hann að löppin í hann. Þannig að... Hérna, nær sín, 30. Já, en það er engin leikmann númer 39 á vellinum, þannig að við verðum að... Viltu gíska á eina? Já, ég segi þetta Hildigunnur Ír. Góð boltinn fyrir. Kannski getum við ekki hjálp frá einhverjum sem er að horfa og sagt hver markaskori er. Senda okkur skilaboð. Einnig væri gott ef einhverju Stjörnu sérfræðingar getum bara senda okkur liðskipan. Og hérna gerir Hulda vel. Það má vera góð Hulda. Hulda er búin að vera mjög fersk. Já, lífleg. Ferskasti leikmaður Þór Káa finnst mér. Samt Söndur kannski. Sandra er búin að vera svona aðeins og lítið í boltanum finnst manni með hvað maður er vanur. Já. Lára Kristín byrjaði vel og það var aðeins dregið af henni. Ég held að það spilir svolítið inn í að Sandra spili vinstra megin en Bianca er svolítið að byrja upp boltaninn hægra megin og þá... En sjáum hvað Þór Káa gerir hérna. Það verið gríðarlega sterkt að fá mark hérna á 45 mínútu og jafna það. Fara með 1-1 í hálfleik. Þetta er fínn bolti, beint... Hélt þetta var beint að kollina á Örnu Sif en... Hún náði ekki að lyfta sér alveg nóg hátt hana. Stökk ekki hæsina. Nei. Helvíti erfitt. Það er helviti erfitt. En hún reyndi. Og sneiti boltinn hérna framhjá. Saga sterk. Búin að vera hrifin af sögureyndar á miðjunni, hérna, búin að vinna boltan mjög vel og heldur svæðinni virkilega vel, djúpur miðjumar. Jæja, flauta Bjarni til hálfleiks, 1-0 fyrir Stjörnunni. Já, hvað segirðu Betti? Ég er komið með upplýsingar markið. Og það var? Það er Áskilur Stefania Bálþjóðin sem hjálpaði með það, fyrirhundi leikmaður Stjörnunnar, fyrirhundi fyrirlið Stjörnunnar. Hún segir okkur að Birna hafi skorað, Birna Jónsdóttir. Og við verðum bara að samþykkja það ekki. Birna Jónsdóttir, númer 19 á skýrslu. Skulum fá að sjá markið hérna aftur. Já, þetta er klaufulegt hjá Þór Káa sem þar eru 2 hérna inn í marktíð á móti 6. Já, gera samt hrikalega vel Stjörnustelpur, ég gefum þeim það er alveg
Þetta var ekki, hvað segjum við, auðvelt færi til að díla við. Kemur langur og fjær og vinnur skattaboltan vel og Já, geta mjög Birna klár. En við getum ekki sagt að þetta sé sanngjörn úrslit hjá leik en ekki heldur neitt en kannski beina ósanngjörn. Stjarnan hefur bara gert það vel. Já, ég er búinn að vera hrifinn af Stjörnunni, þétta tilbaka og ég minna, það er vinna úr því sem þær hafa. Ég er bara búinn að vera skipulaðar og góðar. Þór Káa búinn að fá lítið að tækifærum. Yes, við tökum okkur pásu eins og leikmennir og komum vonbráðar tilbaka.
Þá erum við mætt hérna aftur. Dómarar og leikmenn eru á labbanum völlinn. Sýnist hvorugt að gera breytingu. Við vorum eitthvað gæla við að það yrði markmannsskipti hjá Þór K í áleik með við ákefðina í markmannsæfingu sem Kristoffer Harrington var með hörpu í. Þetta eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Það bara keilur og lítið mark og bara bullandi 15 mínútna æfing. Þetta til sjálfta og það ekki ennþá búið að hreysa markið af vellinum. Nei, Harpa ætlar ekki að gera það. Nei. Hleypur Kristoffer Gitsi Harrington hérna á markinu og tekur út af. Stjarnan ætlar ekki að gera breytingu heldur sýnist mér. En þær eru bara með 3 á bekknum. Já, ég heldur að við fáum að sjá eitthvað annað í seinni. Já, við ætlum að vera hressari og skemmtilegri í lýsingunni. Jú, ef við fáum ekki við vissum það. Já. Rándýrt þjálfarteymi Stjörnunar hérna búin að tala vel við sína stúlkur. Og sér þetta atgerfið á þessum munum, þetta rosalegt. Já, þetta Kristján Guðmundsson, Ólafur Brynjólfsson og Kjartan Sturlu, markmannsþjálfari hérna með þeim líka. Stjarnan mega eiga það, bara nánast í hvaða íþrótt sem það og öllum flokkum rosalega þjálfara, það öllum tjálta til þar sko. Í yngri flokkum og allt. Enda, gera vel í yngri flokkum, alveg flotta leikmenn. Já, og tóku nú Íslandsmeistaratitil, nei hvað var það? Íslandsmeistaratitil í körfunni núna? Bikarmeistaratitil. Bikarmeistaratitil. Óskum þið til hamingi með það? Já. Það allt klárt hérna. Jæja, þá hefst það. Bjarni, flautar. Við sjáum nú breytingu. Lára Einars virðist vera komin í vingbakinn fyrir Rut og Rut komin í viðvörðun. Það svoleiðis, það bara skipti stöður. Lára Einars og Rut skipta hérna stöður. Sjáum hvort að það breytir einhverju. Hulda hérna, ennþá með sama krafti sinn. Finnum Margrét setur hérna inn á teig með vinstri, það engin. Svakalega fámenn inn á teig. Breyting á liði Stjörnunar út að fá leikmaður nummer 11, Elín Helga Ingvardóttir og inn í hennar stað leikmaður nummer 4, Lára Mist Baldursdóttir. Já, það tilkynningin að Kelkjörnum breytingu. Lára Mist Baldursdóttir kemur hérna inn á hægri kantinn upp við okkur. Snirtilegt. Hulda með fína sendingu á nöfnu sína Huldu Björg sem ekki alveg á tánum. Stjörnustöku bæja hættinu frá í bili. Og Bianca með undanlegan bolta þarna. Óvanlegt henni, hún setjir bara boltan eitthvað random en Aukarsmina. Fanny fær á sögspinn þarna. Þó Káa að krossa svolítið boltanum, byrja aftur í seinni hálfleikinn á því. Svona, fyrstu 2 krossana, það vantar svolítið mannskap í teginn. Já, það engin Sandra María tekur núna til að hýrða upp sníkinu á fjær. Sníkinu á fjær. Hún góð. Já, Þór K saknar hennar greinilega í þessum leik á samt Andru og Önnu Rakel. Þetta hafi byrjað ágætlega, þá sjáum við að gæðin í leikmönnum sem vantar í dag eru vel sjáanleg. Arna með boltan og Bryndís ákveður hreinsanum fyrsta fram sem heppnast ágætlega. Lára gera vel og kemur hann á Huldu Ósk. Huldu Ósk fyrir niður á Rut. Aftur á Huldu. Hulda á Rut. Það þarf að gefa straðar. Við þurfum að Þór K þurfa að færa boltan hraðar á milli kanta. Bika kemur hann upp, finnur Fanny og Lára spila annars banna. Já, hún má ekki við margnum enn einu sinni. Sandra Stefani. Hún kemur hann aftur, finnur Hulda Björg nær að halda hann inni, kemur með fyrirgjöf sem aftur fyrir endamörk. Ég væri til að sjá núna Þór K 1-0 undir. Ég væri sjá, þær sitja alltaf með 1 miðjumann tilbaka. Ég væri til að sjá bara að íta báðar upp. Taka smá sénsa. Aðeins að fjölmenna fyrir fram teginn hjá Stjörnunni.
Já, það svo sem engin hættumerki með að skilja frammenn eftir hérna hjá Stjörnunni þar sem hún bara ein og það langt í næstu mannesku. Já. Frábært að spila hérna á marketirinn að finna Fanny aftur í hlaup. Fanny gríðarlega snögg. Það svo langur. Birta gerir mjög vel hérna. Birta búin að standa sig frábærlega í markinu. Já, vissulega. Búin að grípa vel inn í þegar þess þarf og verja 1-2 skot. Frábæran boltan upp á markaskoraran Birnu. Slæmt touch á Rut. Tækifæri fyrir Stjörnuna. Langur. Koma hérna með fyrirgjöf vinstri kantinn. Arna kenna að koma svo burtu vel gert hjá henni. Það sérðu fyrirgjöf hjá henni frá vinstri hjá Stjörnunni og það 3 stjörnustúlkur mættan í teig. Já, ætla að nýta tækifærin sem þeir fá. Já, á meðan þessar fyrirgjafar í okkur þá erum við kannski með 1 eða 2 í teig. Finnst það líka að vera svolítið Það eru að setja svolítið hátt upp í fyrirgjöfunum hjá Þór Káa meðan þessi boltið þarna var bara fastur inn fyrir og þarna þarf að komast inn í hann til að leysa það meðan Stjörnustelpur þurfa bara að skalla hann út auðvelt að leysa þessa háu bolta hjá Þór Káa. Það rétt. Hérna góð pressi á Þór Káa eftir innkast á Stjörnunni og það vinna innkast sjálfar. Bianca kom boltan, setja henni baka á Bryndísi Láru. Bryndís Lára var valinn í landsliðið á Algarve-mótið. Frábært að fá hana aftur. Það mjög gott, hún komin inn úr landsliðskuldanum. Nýtt lífuna hjá nýjum þjálfara. Við valið hann í bæði verkefnin. Það magnað. Vel gert hjá Stjörnunni. Lára mist hann það. Flottu boltinn fyrir, fasturinn fyrir. Aftur eru Stjörnustúlkur fjölmennina í tegnum. Þetta gaman að sjá. Það ekkert að sitja baka og ætla að verja fórskiptið alltaf mikið. Þeir reyna að sækja og reyna að bæta í líka. Þetta er vel skipulagt lið hjá Stjörnunni þennast. Bara góðar varnarlega séð og svo reyna að nýta tækifæri sín vel fram á við. Þegar fá. Virðast þekkja styrkleika og veikleika mikið hjá sér. Já, vel gert hjá Huldu. Missir hann rétt út. Seiga boltan, Hulda. Já. Hún vist búin að vera að æfa eins og ég veit ekki hvað í allan vetur og komast í sitt besta form. Það þarf hún að stíga upp ef að í fjárveru Söndru Maríu. Já, skemmtileg barátta hérna. Stjörnustúlkur vinna hana þó, koma upp með boltan. Birna spila boltanum hérna yfir. Stjörnustúlkur koma upp vinstri kantinn. 3 í teig á móti 3. Hættulegur leikur. Geggjaður bolti og Lára nær í gegn. Stjörnustelpur eru að koma virkilega vel inn í þennan seinni hálfleik. 7 mínútur búnar og já, bara sterkari. Stjörnustúlkur koma inn í leikinn með 0-0 og liggja tilbaka og fá alla færi en kom inn í seinni hálfleikinn 1-0 yfir og eru örlítið framar og sækja meiri ágætt heldur en í fyrirleik, þannig að það kemur mjög óvart. Líta bara ágætlega út þessa stundina. Kristján Guðmundsson taktískur snillingur, þannig að það kemur ekkert óvart að hann sé með yfirhöndina í þessu tabli. Svo sem, þótt að leikmannhópur Þór Káa sé talið sterkar pappinum. En Donni og Andri Hjörvar þjálfarar Þór Káa verða greinilega að finna einhver svöru þess að þið ætlaði að vinna þennan leik. Já, vissulega.
Þór Káa setja alltaf marki í hennan leik sko. Annað kemur mér mjög mikið á óvart. En síðan spurningin, nú hefur Þór Káa ekkert spilað undirbúningstímabilinu á einhverju viti, einhverju alvöru leiki. Á meðan Stjarnan hefur fengið æfingamót fyrir sunnan. Já, og örugglega ótal æfingarleiki á móti Pepsi-deildarklúbbum á meðan Þór Káa að spila móti þriðjaflokki karla og hjá Þór og Káa. Spurning hvort það takki smá tíma fyrir Þór Káa að slípa sig saman fyrir sumarið. En eins og sagt áður þá það vanar svo það hafa yfirleitt mætt sterkar í fyrsta leiki í búinum. Hingað til og ég, eins og segir, það eiga pottþétt að skora. Þetta mann í geturleiki í búinum sem það hefur ekki skorað. Enn eitt boltinn á Biancan og Teig sem hættulítill. Þannig kemur svo burtu og ekki lengur á Rödd. Rödd gerir einstaklega vel. Finnur Láru Kristínu. Láru Kristín kemur hérna með no-look sendingu á Fanny. En Birta enn áttur leysir þetta bara tiltölulega auðveldlega. Það komið mikið hreyfing á varamannabekkin hjá Þór Káa. Allar 4 stelpurnar sem eru heilar eru að hita upp. Já, eitthvað þarf að gerast. Ég get ekki sagt að ég sé hrifinn af þessum endalausu boltum þvert hjá Biancu í lönguboltum. Ég ætla svo vona innilega að hún sokki mig í því en ég sé ekkert koma út úr þessu. Nei, það voða lítið að gerast inn í Teig hjá sóknarmönnum Þór Káa. Stjarnan hérna með aðra aukspyrnu á sínum Eiðvallarhelmingi sem að stilla upp bara í hérna eitthvað beint af æfingasvæðinu. Dauðafæri! Herru, þetta var virtist vera mjög hættulaus bolti en einhvern veginn var þetta bara dauðafæri sem Lára nýtti ekki alveg nógu vel. Já, hann hafði mjög á Stjörnunni, það ekkert stutt spil og kjaftaði, það bara direkt og langi boltar sko. Og það 1-0 yfir, það að virka. Já, hérna Bianca með góða skiptingu á Rödd, við þurfum að sjá meira af þessu, það þarf að færa boltan hraðar á milli. Fanny að taka hlaup, en Rödd ákveður að senda hérna langan á Láru. Lára nær þessum, baráttu við Láru mist, en Lára komin á vellinn. En ég minna að þú sér það, eins og þú sagðir áðan, að munurinn á liðunum núna, það finnst mér vera, það eru bæði svolítið að spilna löngum inn á Teig, en munurinn bara að Stjarnan fjölmennir í Teigunum á meðan Þór Káa eru heldur fámennaðarar. Herru, Stjarnan hérna mætti í skyndisókn, þetta var illa útfærð skyndisókn hans mér það sem sendingin upp í hótt kom allt of seint. En Stjörnur kom að vinna hann aftur. Hlutin eru fljótir að breytast í fótboltanum, þannig að það eins og Stjarnan hafi bara fengið meira sjálfstöðu við þetta mark. Kristján Guðmund segir að tekið Pochettino á þetta og tekið leikleipur í áleik. Já, kemur lítið á vart. Þarna Birta og þjálfarteymi Stjörnuna sem vildi fá eitthvað á það, en var ekki fleiri sem vildi fá eitthvað. Nei, var það nokkuð? Það hefði verið grimmt. Mjög. Það er hrætt Bjarnar Hannari fyrir þessu. Rödd kemur upp með boltan. Finnur Huldu tilbaka á Rödd. Flottur snúningur. María Sól, númer 17 á skýrslu og líka í treyju 17, það er þægilega þegar það er svoleiðis. Bolti! Þarna bjargaði þakbitan okkur. Það stemdi hraðarleið á okkur. Lára nær ekki að kontróla boltan, hann missir út af því kast. Stjörnustelpur að peppast hérna, það er smá meðbyrð með þeim hérna. Meðbyrð með þeim, segir maður það Patti? Já, eða það byrjir með þeim. Þú prófa það næst. Já. Jasmín Erla er hérna númer 9 sem við erum búin að kalla Sigrúnelvu allan tíman.
Þetta svona alltaf að koma. Frá því að Jasmín sé fyrrandi leikmaður Fylkis. En hún spyrnir hann boltanum út af. Hér Petti, núna hjá Þór Káa fremstu þrjár. Hulda kemur djúpt á fáan, Sandra kemur djúpt á fáan og hvað er það, Margrét upp á topp, hún kemur djúpt á fáan. Einu boltana sem fá inn fyrir upp í hotn, það lítil hætta í bara kringu teginn hjá Stjörnunni. Já, mjög lítilega rétt, en þetta samt sóknarlínan sem hefur alveg spilað áður og spilað saman áður. Sandra María hefur áður verið í burtu veturinn og þá var þetta verið sóknarlínan. Það aftur á móti Sandra Stefáni í miðjuvarnarinnar og miðjusóknarinn og Margrét á kantinum. En eins og komið þá þetta nýja afbrigði í sóknarlinnum hjá Donna og Andra ekki að virka. Nei! Bítu, hvað var að gerast þarna? Heill langur díógonal. Í þetta skipti var að Rut. Og Birta í markinu, misregnaði hana aðeins, sýndist mér. Já, sjáum Rut færa þarna boltan, sendir hann. Birta enga veginn tilbúin í hennar bolta og Hulda Björk bara of sein í þetta. Eins og máltæki segir, Petti, hik sama sem tap. Já. Þarna hikaði bæði Birta og Hulda Björk. Þetta næst sem Þór Káa hafa komist í að skora í seinni hálfleik. Sníkjan, þarna hefði sníkjan verið góð. Þarna, já. En þá skipting Harpa Jóhannsdóttir að koma inn á. Og líklega fyrir Bryndís Láru. Markmannsæfingarnir hálfleik hafa skilað sér. Já. Og Karin María. Rut að fara út af sínum smið líka. Þór Káa gerir tvær breytingar út af Spurning hvort Lára farið þá aftur í miðvörðinn og Matthíasdóttir. Inn í þeirra stað koma leikmenn nr. 6 Karen María Sigurgeirsdóttir og nr. 12 Harpa Jóhannsdóttir. Sýnist Karen koma inn á miðjuna og Saga fara í vangbakkurinn og þá dettur Lára Einars niður í miðvörðinn aftur. Já. Hotspinna. Mér finnst það að vera, Petti, þegar stjörnustelpur koma nálægt teiknum hjá Þór Káa þá finnst mér alltaf vera ákveðin hætta. Já, þetta náttúrulega svolítið hættulegt þegar þú ert að sækja og ert með boltan nánast allan leikinn og svo breykar hætt á því, þá ert ekki alveg á sama tempói. Beinskeyttar, mjög. En það var gaman eins og Karin að koma inn, hún feikjöflug, snögg, getur sprengt upp leiki. Það aftur fín hotspyrna hérna á Stjörnunni, þetta hörkuspyrnur. Flottir boltar, mjög. Og Anna María hérna fyrir lið með flottan bolt inn í teig og það stór hætta núna. Jasmín leggur upp á María mundar fótinn, nei, setur hann á hægri og komin í hörkufæri og Harpa Jóhannsdóttir stimplað sig inn. Það ekkert annað. Við skulum sjá þetta hérna. María Sól gerir mjög vel og þetta frábær. Æsileg varsla. Það bara svoleiðis. Andri myndtökumaður, jafnvel sagði heimsklassa markvarsla. Við tökum myndið það. Svo sannarlega. En svo ná maður mæti leikina. Þú hefur að setja meira út á markmannsæfingarnar í hálfleik, það greinilega skiluðu sér. Herru annar, þetta stór hættulegi boltar, þetta bara með best sem ég séð. En Þór Káa að bæja hættinu frá. Æja, Sandra. Heldur hann minn á. Sandra gerir frábærlega. Hún með Huldurna alina hinum inn og nýtur hann ekki. Afskaplega döpur ákvörðun hjá Fanny hérna það sem bæði Karin María og Hulda voru konar í. Já, það var bara aleinar á auðum sjó. Já, þarna hefði þær getað refsað.
En þá kemur Stjarnan í staðinn og Jasmín hóttar skoti, hætti við, sendir hérna Lára Mist með fyrirgjöf, harpa handsamar þetta. Vel að verði. Ég verð að segja það Stjáni, þessar hotsputinu á Stjörnunni er bara að minna á Önnu Rakel og Andru hérna. Það er bara, maður er ekki vanur að sjá svona spurnutækni hjá. Ja, fastar og mjög góðar, það er bara, að skapa virkilega mikla hættu. Markið alltaf kom upp úr einni slíkri. En Stjarnan hérna klaufar, missa boltan, Hulda góðmann, Hulda breykar á. Það er hérna 2 á 4, þetta er, en hvað, Margrét með skot. Birta gerir þetta vel, ég held hann alltaf að kýla hann út. En, vel varið. Mjög vel varið. Krakkar sem eru fyrir aftan markið, ekki verið að leika með bolta þarna. Þarna samt fekk Hulda boltan upp á kantinum og reynir að fara upp kantinn, en svæðið var opið á miðjunni, svona. Já. Einnig vantaði svolítið bara að það væru fleiri að fylgja með leið og vinnum bolta svona ofalega. Við breykum strax. Það er kannski ómikið treyst á Fanny og Huldu þarna í rauninni. 64 mínútur liðnar og staðan ennþá 1-0 fyrir Stjörnunni. Og, hvað finnst þér? Hver er líkleginn til að skora þessa stundina? Þorká svona aðeins að komast inn í þetta, en Stjarnan er líklegri, með að segja það. Já, sammála því. Það er ekki eðlilegt. Þorká er hérna á heimavelli og eiga að vera að vinna þennan leik tiltölulega auðvitað, en Stjarnan bara með svar við öllu sem Þorká hendir á þau. Kastar fram á vellinum. Lára kemur með hann á fjær. Það er Hulda Ósk fyrir líklega sjálf. Já, komur með hann upp að endamörkum. Kemur með gríðarlega fastan bolta sem fyrir að kvötan sundrum Stefáni, en marksmiða. Það er ekkert verið þessu. Þarna það sem vorum Stjarnan að tala um á hann, þarna ætti bara að koma fastur niðri. Þarna vorum við með Þannig voru nógu margir í teg til að koma bara meitt fastan niður og hann getur farið í hvert sem er í markið. Það er líflína. Já. Það var ágætt sókn hjá Þorká. Þetta Saga gerir vel, kemur boltanum hérna inn með önningin, Lára Kristín tekur hann niður. Lítið búið að sjást að Láru Kristínu seinna á leik. Hulda skýrir boltanum vel, heldur honum. Það er hérna upp, tekur eitt snúning. Og svo leggja hann á sögu, en Saga var ekki tilbúin þetta. Hættulegur bolti hérna fyrir og það er takk Margrét Nádóttir. Þetta var huggulega klárað. Það var vel gert. Sjáum þetta aftur. Nei, líka því. Og fyrsta mark Þórs KA í dag skorar leikmaður númer 7, Margrét Nádóttir. Kom krossana frá Láru Einars og já, mér sýndist nú Stjörnustelpur hafa unnið fyrsta skallboltann, hann dettur í teignum og Margrét nýtir það virkilega vel og setur það svona snirtilega í fjærhóndið. 1-1. Já, það lifnar í áhörundum og allir bakkinn. En við fáum að sjá markið hérna aftur, það er innkast frá vinstri, boltinn út af Láru. Lára með fyrirgjöf, senda Stefáni hérna í skallagi og svo Margrét einstaklega smekklega gert með vinstri. Rosalega finish. Frábært, en Þorká hérna hotspilnið frá vinstri. Þetta er flott spilna, Birta gerir frábærlega kílubóltan í burtu. Breykar Stjarnan hérna. Þetta er hættulegt. Karin María er bara talsvert sneggri hérna og sóknarmaður Stjarnan greinlega gerir því fyrir því. Þetta er ekki leiðin sem þú ferð á Karin Maríu. En Stjarnan
Bara einhvern sjáum hvað þetta mark gerir fyrir Þórkáa. 1-1, 20 mínútur eftir. Rúmar. Já. Þetta er bullandi séns. Ég held að þetta var markið sem Þórkáa þurfti að fá til að kveikja í húsinu og spáði Siglus heim núna. Já, ekki svona. Við sjáum hvernig Stjörnuleikur bregðast þessu. Já, Hulda gerir vel. Þórkáa er að vinna boltann, heldur hann með öftustu línu og Arnar ber hann upp. Við finnum Láru, Lára kemur með hann lengra. Saga biður hann hérna vinstra megin, fær hann. Saga finnum við hérna á Huldu Ósk. Huldu Ósk getur Láru einast. Lára á Láru Kristínu. Lára Kristín á Huldu. Feikir, það er eftir að ráða við Huldu þegar hún er komin í þennan ham. Það er að taka á þarna. Og Haró. Vinnur hótt. Það er hóttspinnan hjá Þórkáa. Hóttspinna á stór hættulegum stað. Aftur. Mætir Arnar, sér Arnar að halinn. Nei, það hefði hérna beðið eftir henni og vissi hvað hlaupið var, en Birta missir boltann, fömblar og... Hvað er að gerast? Hóttspinna. Já, Birta kvartar hérna að eitthvað er sparkað í hann held ég. Við sáum ekki alveg hvað gerist, en úr var önnur hóttspinna. Hún er aftur nálægt Birnu. Flotta spinnur. Já, flottir boltar hjá Láru Kristínu. Nei, Lára einast fyrir. Kemur hann upp á þann, sendir hann yfir á Bianco. Leiknum með Bianco að ráðast til 11. Kemur hérna með... Næja, ekkert svo galin mynd, en vantaði aðeins upp á kraftinni í sendingunni. Já, dómarinn er góð ákvörðun hérna, en tók ákvörðunum á endanum að veita Stjörnunni engast. Mínútur eftir. Galopin leikur, 3 stig í boði hjá báðum liðum. 3 risastór. Já. Ekki fyrsti fótboltaleikurinn sem 3 stig í boði fyrir bæði liði. Það er vissulega rétt. Þetta er ekki flókin stærðfræði. Nei. Þetta kemur hann upp vinstri kantinn. Hulda gerir vel. Tæklar hann fyrir boltan og Fanny er með fína sendingu og Huldu Ósk. Það er vel leist hjá Stjörnusólkum. En Þórkáa í hárri pressu, þetta er gríðarlega vel gert. Sækju Stjörnuna hratt á. Góð boltinn fyrir. Á Birnu, Birna er frá Grámstað. Stæð. Harpa gerir einstaklega vel líka, það verður þetta. Þá tækir fyrir Stjörnu, stúlkur. Andri myndtökum að leiðast með að það er rámt, en ég held að Harpa hefur verið að spila með Hömrunum hérna á stefnumóti þriðja kalla um helgina. 2 leiki. Og endar sem helgina á að spila á móti Stjörnunni í Lengjubikar kvenna. Meistaraflokki, það er fín helgavinna. Hulda missir hérna boltan, Stjörnustur gulja að fá aukaspurnu en fá ekki svona engastuð. Lára yfir á Láru Kristínu. Bianca kemur með boltan, Bianca reynir að koma með hann hérna á fjær, við höfum séð áður. Virkar ekki headskiptið, Arnar skilur hendur einn, hérna tilbaka með Birnu en pressið á Þórkáa, skila sér, vinna boltan aftur, Karin María, nei, Lára Kristín fyrir ekki með... Nei, hörðu! Þetta var nú ekki sending, það hann bara með höndum. Nei, lít fyrir að taka með höndum, tekur engar átur. Ef þetta var sending, þá var þetta einn besta sending sem ég séð held ég.
allan að ég voli. En það að geta gengar áttur. En Þór K konar aftur með boltan, Fanny einhvern að finnur Láru Kristín. Hanna? Margrét hugmyndi á fín hanna. Já, Jasmín kom með hann og allt galop hérna vinstra mjög stjórnuna, það sjáu það ekki. Og nú ber þær upp boltan. Engin pressa sett á boltan. Nei, spurning hvort það sé komin einhver þreyta í Þór K. Búin að vera mikið í pressunni og það reynir á. Það er hot. Það er hotspinna, það er ekki góða fréttir fyrir Þór K, en mjög góða fréttir fyrir stjórnuna. Já, búin að vera flotta hotspinnur á stjórnunni. Hingað til. Og er þetta fyrsta hotspinna sem við fá eftir að harpa? Nei. Bara búin að fá þessu nokkrar og alltaf varði hérna frábæli í hotnaðan. Sjáum hvað Kristján Guðmunds hefur teiknað upp núna hérna. Þetta eru góðir hættulegur bolti. Ég ekki frá því, þetta var bara viljandi að koma hann, lága hann hérna í hlaup og nær. Já, ná að pota í hann en ekki að markið. Harpa kemur boltan upp á Lára Einars. Stígur hann dreifur hann það, finnur Fanny. Aftur á Lára Einars. Lára, nei. Ekki út af. Fannst hann verið að fara út af hérna upp í hann. Leifum leiknum að fljóta. Fanny með boltan yfir á Bianca á Huldu Björg. Huldu aftur á Fanny. Hulda Ósk og Fanny með hlaup hérna bæði og Bianca ákveður taka. Já, svona, hvað að segja, voru báðar hættar hlaupinu og þá tekur hún sendinguna. Bianca ekki búin að vera öflug í dag. Nei. Því miður. Mikið að sóknu búið að enda út af ákveðnum tökum henni. Lára gerir vel hana. Margrét í barðinni, Margrét brýtur af sér. Ekki sem þetta klögulegt. Stjarnan að undirbúa tvöfaldaskiptingu. Það er þá líklega Gyða Kristín og Hrefna Steinunn sem eru tveir varamenn sem eru eftir samkvæmt skýrslu. Mjög ungur bekkur hjá stjörnunni, 3 varamenn, fæddir 2003, 2001 og 98. Já. Hérna kemur Hulda með boltan. Hulda og Fanny eru hérna 2 á móti 4. Sem myndi virðast erfitt fyrir flesta en alls ekki fyrir þessa 2. Nei, Fanny með hræðilega sendingu og aftur vorum við að sleppa í gegn hægra megin en Fanny eins og Bianca er ekki búin að vera. Jasmín búin að vera góð í vörninni á stjörnunni í dag. Jasmín er hérna á miðsvæðinu reyndar. 18. Já, það er ekkert að marka það. Það er Viktoria. Það leiðir þá einhver mig þá ef það er átt. Ég veit að Jasmín er hérna nr. 9. Stjarnar komið hérna, Þór K mjög hátt uppi. Þarna hefði verið hættulegur leikur ef að Stjarnan hefði komið með hlaup bak vörðina. En María Sól og Birta út af, segir Kristján. Ekki lífur hann. Nei, aldrei. Liði Stjörnunnar út að koma leikmann nr. 17, María Sól Jakobsdóttir, og nr. 30, Birna Jóhannsdóttir, inn koma nr. Það tekið markaskoran út af, þetta. 23, Gyða Kristín Gunnarsdóttir og 35, Hrefna Steinunn Aradóttir. Nú er það komið ljós hvort að þetta sé bara stöðu fyrir stöðu eða hvort að vera eitthvað hróflingar hjá Stjörnustúlkum þetta. Leikurinn er komin eftir í gang og Lára Einars ber hann hérna upp vinstra megin. Markið kom upp úr fyrirgjöf frá henni. Hérna skapast hætta, Margrét setur pressu. Viktoria kemur þessu burtu.
Lára mist. Sendir hérna yfir. Já, það eru báða bara í komna hérna í framlínuna sé ég með það sýnist mér Gíða og Hrefna. Já. Og það er mitt pressa hérna. Ágætlega leist hjá Þórkáa. Já, vildi að koma með hann. Þetta finnur Karen hérna með Fanny í hlaupi en máttlaus sending. Tilbaka á Birtir hennar að spila þessu og enn breyka stjörnustúlkur hérna. Þetta er Og stór hættur til þeim. engin ástæða. Frábæra gert í Hörpu. Harpa búinn að koma einstaklega vel inn í leikinn. Býtum nú við, Bjarni tekur upp spjaldið. Nei, Nei, hættu við það. hann flautaði eitthvað, fór eitthvað að ressa sann og hann er kannski bara að laga buxurnar. Getur verið. Mögulega. En áfram með leikinn. Klaufalega gert hann hjá Stjörnunni og svo klaufalega gert hjá Þórkáa líka og Stjarnan fær einkast aftur. Og það er upp í hot. Hulda. Gerði vel. Já, hann er ekki viss hvort að fara af Huldu ekki en Bjarni vissi sínu sök og dæmi markspyrnu. Harpa kemur upp á Láru. Það er hornspyrna. Já, Fanny vinnur hornspyrnu. Lára eina stokkar á vettvang og Búin að vera flott í seinni hálfleik Lára eftir að hún fór aftur niður í miðvörðin fannst mér. Það er svona sterkari finnst mér þar heldur en í vangbakverðinum. já, það er bara lítið á henni í vangbækunum en hún er, eins og segir, hún er búin að vera öflug hérna í miðvörðstöðinni, sóknarlega allan. Já. Frábær bolti henni eins og í Arnæ og Dettur niður, hvað gerist? Hulda Björg. Birta vel að verði. Birta er búin að vera stórkostið í dag. Já, algjörlega. Gat lítið gert í markinu. Örgu í... Sjáum mótsmennina aftur. Klafs í teiknum, Hulda Björg með skot sem fer í varnarmann og svo er hreinsað í Huldu og Birta gerir frábærlega, er vel á tánum. Ekki búin að stíga feilspor í dag. Hættulegur boltinn með Biancu á Örnu og Arnan tilbaka á Hörpu. Þetta er einmannaleg pressa þarna í stöðunni. Þórkáa leysir auðveldlega úr þessu. Þarna kemur Bianca með frábæran bolta að Láru. Það fannst mér nú verið að hendi. Fór aðeins í hendina en Bjarni er ekkert með einhverja smámuna sem í leiknum í dag. Hulda gerir frábærlega. Hefði getað látið þetta þarna mögulega vítið en ákvað að standa af sér. Við erum alltaf hrifin af því þegar leikmenn standa af sér. En úr þessu verður, hvað, markspyrna bara? Æja, Kristján Freyr nú vil ég fara á skiptingu hjá Þórkáa. Ég er reyndar mjög hlutdrægur þar sem þjálfari þriðjaflokks kvenna Káa, þá er Vilt fá þinn leikmann inn á? minn leikmann inn á. Og Já, fyrsti leikur svona á undirbúningstímabili. Ég meina, af hverju ekki að gefa séns að alltaf gaman að sjá unga leikmenn spreyta sig. kallega það er einmitt tími til að fá að sjá þær. Hvort þetta sé að heima þessu level eða ekki. Báðastelpunni sem eru á bekknum núna eru í þriðjaflokki hjá Þór og hjá Káa. Eru mótherjar í sínum aldursflokki en samherjar hérna í dag. Þetta er svona skemmtilegt dæmi. Einmitt sléttu vika síðan að þær mættust á vellinum í stjörnumótið í þriðjakana. Og hvor hafði betur? Lítið, það er svona að fá orðum það. Minnir að það hefði verið ósækjart sigur Þórs en það var ekki spurt að því í leiklokum. Stóðu sér vel. Stóðu sér báðar mjög vel og eru báðar að fara í landsliðsverkefni næstu helgi. Við erum 16, úrtökuhópur. Þannig að það verður gott að þær fengi að fara að hanga með mikið sjálfstraust eftir að hafa komið inn á hérna og átt þátt í að Þórkáa tryggja sér 2-1 sigur.
Skemmtileg sýn. Innkast sem Stjörnu sterklega. Sjö mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Sér það mark í þessu beti? Já, ég sé alltaf mark. Það er enda lítið bætt við þar sem það hefur verið mjög fátt stopp í seinni hálfleik. Það hefur ekki segja klassískar 3. Það ætla bara búið að vera einskipting á Stjörnunni sem var tvöföld og einskipting á Þórkáa eins og komið og það er mínúta og svo er ekkert búið að stöðta leikin annars. Ef ég þekki Bjarna rétt, þá hendur hann í klassískar 3 og við höfum ekkert það að segja. Nei. Kristján Guðmunds farinn að taka til sína bekknum. Já, ég þekki þessi öskur, þessi köll, gammal þjálfarinn minn. Já, hvað, Keflavík? Keflavík og Þór. Fyrsti meistaraflokksleikur minn hjá Þór var undir stjórn Kristjáns. Stjarnan hérna í smá vandræðum og þó komum boltanum upp völlinn en þar er Arnar Sif á Biancu. Jasmín eltir hérna, nóg eftir að tanknum með Jasmín. Jasmín, það var flott nafn fyrst mér. Já. Hver var það? Var það prinsessan í Aladdin sem... Já, það passar. Hver er Jasmín? Passar húð með... Tekki bara fótboltaöskubrunur. Æ, Disneyð, allt á hreinu. Já. Nú held ég að Donni og Andri sé að bíða eftir því að Þórkáa komið til 2-1 áðan að skipta inn á. Það liggur ekki beint í loftinu eins og er. Jæja. Stjarnan að breyka hérna, það eru 5 á 6 og 4. Góð skiptingur. Touchy sveik þannig. En Fanni gera vel, kemur tilbaka og vinnur hann. Breykin hjá Þórkáa er aftur á móti svo talsvert færri á móti fleiri. Kemur sendingin fyrir, Hulda greinilega rámstæði hana. Viktoria með langan bolta fram. Já, það er orðin breyting á Þórkáa liðinu. Lára Kristín er komin niður í miðvörðinn í stað Örnu og Arna er komin hérna bara upp í strækjarinn. Já. Sem því að Margrét Árnadóttir er á miðju. Það var að fara að beita háboltanum. Já, það er bara Kristján Benteke upp á topp og einn langur inn í sko. Lára kemur hérna upp um boltan. Það var inn að finna Örnu sem vil hlaup. Það gengur ekki. Já, næða satt með að sé allavega að breyta eitthvað. Knýja fram úrslitamarkið. Eitthvað var að gera. Og kemur hérna fram bolti Hulda Ósk. Bara alein, fær boltan hérna inn í teig, tekur hann niður. Tekur hann gleitt steppa úr og snúning. Nei, hún inn að fyrir hérna. Setur líka aðeins meiri vikt í þessu að núna löngubolta inn í teig. Lára með frábær sendingu á Fanny. Fanny snýr inn í teig með 1-4. Nær skoti, nei. Fanny er ekki alveg í sínu toppstandi. Hún er eitthvað aðeins þung á sér. Það er gott fólk, látum að heyra aðeins í okkur. Og Þórkáa hérna með sendinguna teig. Arna Sif í honum, Hulda í barðinni. Boltan undir Lára Mist, kemur boltanum út teignum og út í innkast. Það er komin stemming í stúkuna. Spurning hvort að Þórkáa fái byr undir báða vængi við þetta. Hulda Ósk reynir fyrir gjöf í varnarmann að reyna aftur. Sett hann aftur fyrir. Svakalega kraftur í Hulda Ósk. Birta tekur sér dágóðan tíma að
koma þessum bolti í leik. Enda Stjörnustúlkur örugglega sáttar við 1-1 jafntefli. Margrét gerir vel. Hann finnur enga svarta og Stjörnustúlkur koma boltan fram, missa hann samt í jafnóðum. Smá pingpong í gangi núna. Lára kemur honum á Karin út á Lára Einars. Þeir verða að dæla háboltanum upp, fyrst alveg með Örn. Það leiði 1. Spurning hvort þau ætla að reyna að koma boltanum lengra og reyna að koma djúp og krossa. Eins og hann Bianca. Já, fallega leist hjá Stjörnu. Já, Jasmín gerir þetta ágætlega. Stjörnu svona Anna María Birtu, þetta er vel gert. Losa aðeins pressuna. Birta með boltanum á Ég er mjög hrifinn af Birtu í markinu. Hún gerir þetta einstaklega vel. Standa sér rosalega vel í dag. Já, Margrét þarna með flotta vörðina. Hulda Björk með frábær sendingu og Hulda Óskina 1-2. Arna sem kemur utan á hann. Arna með vinstri. Új, og það er bara rétt framhjá. Sjáum þetta aftur hérna. Hulda Björk með sendingu á Hulda Ósk. Hulda Ósk tekur hann niður, gott hlaup hjá Örnu hann, vel gert hjá Hulda Ósk. Þetta skoti ekki fjarri lagi. Nei. Jæja Petti, nú er það detta í 90 mínúturnar og hvað finnst þér? Maður leiksins? Maður leiksins klálega Birta í markinu hjá Stjörnunni finnst mér. Já, ég myndi segja Birta og Viktor er líka búin að vera rosalega sterk. Og Jasmín, ég er búin að hrifna Jasmín líka hana búin að vera ægilega dugleg. Lára Einars búin að vera besti hjá Þór Gáðsdalum. Já. Og Hulda Ósk. Hjartalega saman að því. Hérna kemur Arnan flikkar honum á Hulda Björk með Þetta verður lumsku bolti en leit út fyrir að hættu meira hérna úr blaðamásókninni. Birta með þetta alveg undir kontról. 2,5 mínútur eftir samkvæmt Kristjáni Frey Óðinsinni en ég trúi ekki meira þetta verður ekki meira en 2 mínútur í uppbót. Bianca með hérna langan á Fanney. Bianca með cirka 25% hefnaðar sendingar. Þetta er rosalegt. Ég hef aldrei séð svona frá miðvinni. En hún reynir. Skulum gefa henni það. Og núna er tíminn til að reyna. Fanney er búin að vinna boltan aftur. Kemur honum á Lára Kristín. Lára Kristín. Langan á Örnu. Birta. Já, klára markinu. Já, fljóta komin um leik. Það tók sér ekki tíma núna. En það er allt galopinn aftur á. Hún er bara heila sloppinn. Lára Kristín og Örn og Jasmín er galopinn út sig. Hún sér hann ekki. 3 Stjörnur með hana. En núna er kannski tækifæri. Það eru 4 hérna frammi á Stjörnunni. Nei, við hægjum á þessu. Þetta er alveg ótrúlega óskynsamlegt enn einu sinni hvað við hægjum mikið á þegar við eigum að vera tekja rætt. Nýtökur það að þær séu komnar framar og séu ekki í skiplagi. Hulda hérna með smá myndingleysi sem missir boltan frá sér. Hörðu? Já, undarlegt þarna, en Hulda, hvað gerir hún? gerir frábærlega kemur Sterkur boltinn. Og Stjarnan leysir úr þessu. Gerir vel. Vel gert í Hulda þarna. Þá eru komnar 2 mínútur fram yfir. Ég trúi ekki að Bjarni fær að flauta núna sem er ekkert. Lítur á klukkuna. Jó, annað kemur það. Nei, annað til að lifa. Þessa sókn klárast. Hulda Ósk, 5 manna vinstri. Kemur pressa á hana. Boltinn inn. Á Örnu. Og nei, Birta tekur hana. Birta enda með boltan. Nei, Bjarni ætlar að fara í 3 mínútur. Ég veit ekki hvaðan hann fær þær en eins og segir, þetta er kannski bara svona gamla góða klassikinn. Og Stjarnan svona leiksa aðeins eldri með hérna og Hulda of lengi að þessu. Stjarnan getur breyka núna. Þór Káðsdalur beint ekki að flýta sér tilbaka. Herru, það er engin pressa, ekki neitt. Það leiða bara Stjörnunni að vera með boltan. Ég skil þetta ekki. Nei, þetta er mjög leitt. Þannig að smá kraftur í Bianca loksins. Einhver sem setur pressu. Það er engin ástæð að hvíla hérna núna. Þetta er bara að vera búið og þá keir allt í fullt. Þarna flautar hann. Og langt í næsta leik.
Já, 1-1. Sáttur, Petti? Nei, við getum ekki verið sáttur en 1-1 á heimavelli á Stjörnunni? Nei, en sanginn úrslit. Já. Það verður bara að segja sem sér. Það var Flottur leikur í Stjörnunni fannst mér. Skipulaðar. Stjörnunni gerði þetta mjög vel, Þór Káa aftur á móti, ryðgar og ekki samfærdi. Já. En við erum ekki að hafa þetta eitthvað mikið lengra, við þökkum fyrir í bili. Þakka Andra Freyr fyrir frábæra myndatöku og Stjána fyrir frábæra visku. Já, takk fyrir að fá mig. Þvílíkur heiður. Segja langt í næsta leik, þannig að við vitum ekki hvernig við verðum hérna aftur. Það er líka bara í mars sem við sjáumst aftur allan á hjá Þór Káa leik. En takk fyrir í dag.